Drottinn, við segjum að þú ert Guð vors lands, þú ert lands vors Guð og við lofum þitt heilaga nafn. Drottinn, þakka þér fyrir að við mögum skipa okkur í skarðið í dag í nafninu sem æðra öllum öðrum nöfnum og við byggjum landinu okkar friðar, við byggjum landinu okkar blessunar, Ísland fyrir Krist í Jesú nafni. Amen. Já, góðan dag öll. Gaman að sjá ykkur og friður Guðs veri með ykkur. Það er góður dagur að minnast þess að við erum af mæðrum komin og ég ætla bara að leyfa ykkur að vita það að svona erum við Kiddi skildir. Við erum mæðrasinir, þið vitið það. Hvorki meira en minna. Já, þú er áttað á því. Ef að móðir er ekki til, þá verðum við ekki til. Þetta er eitt merkilegasta fyrirbæri sögunar að mæður, þær eru mæður vegna þess að það er fætt barn. Kona er ekki móðir nema að hún hafi fætt af sér barn. Og það er stórmerkilegt að við skulum vera tilheyrdandi kirkju og kirkjan hún er ofta á tíðum kölluð móðir. Þannig að kirkjan, móðir og móðir okkar, þetta er allt í samsvörum við það hvaða eðli og eiginleikar það eru sem að fylgja móðurinni. Við feður aftur á móti, við getum aldrei verið mæður. Og kvenréttindi eru mjög gjarnan kynnt hér á Vesturlöndum þannig að móðirin verður að hafa rétt, konan verður að hafa rétt. En hvað með þig, bróðir, faðir, hvaða rétt er ætlast til þess að þú hafir? Og mér finnst svolítið merkilegt líka, ég var að hlusta aðeins á vísindaþátt í gær og það var að tala heilan hjá okkur. Hvernig veistu, hvernig manstu, af hverju er þetta að breyta heilanum? Hvernig stendur á því að þú getur lesið ykkur að sögu og þú getur þulið hana upp. Þannig að þú farið inn í heilaðinn og þú getur sagt hvað þú hefur gert. Og eitt af því sem að mér finnst mjög merkilegt, það er að við mennirnir, við erum hér inni og kunnum bara okkar íslensku. Við erum reynda með túlk sem að túlkar yfir á ensku. Við erum ekki góði að túlka yfir í arabísku. Svo Silvan, hann skilur kannski ekki endilega allt sem við erum að segja. Og þetta er allt út af því að eitt atriði í Biblíunni segir frá því að það var á dögum Arpaksats. Það gerist þetta Nóaflóð, að þeir komu út úr öskinni Sem, Kam og Jafet. Svo héldu þeir áfram lífinu og mæðurnar héldu áfram að fæða börn og þá fæðist drengur og hann er látinn heita Arpaksat. Og við erum ekkert endilega að hugsa það að þetta er allavega ekki íslenskt nafn, okkur finnst þetta allt voðalega skrítið, en nafnið Arpaksat þýðir þegar Guð skipti tungunum, þegar Guð deildi tungumálunum. Svo heyrum við sögunum Babelturnin, það var þá auðvitað sem mennirnir fóru að byggja Babelturnin og þegar þeir voru í því verki, þá allt í einu gerðist eitthvað sem að þeir hafa ekki skilið enn þann dag í dag. Það var einhver sem fór að fikta í heilanum á þeim og þeir fóru að tala öðrum tungum, hvort sem að hann var á 3. hæðinni eða 7. hæðinni, ég veit ekki hvernig það var, en það var allt í einu ruglingur sem kom yfir mannskapinn.
hver hafði áhrif á heilan? Hver hafði áhrif á það sem við erum að tala um? Og ég með þetta í huga, hvað að hafa áhrif á þinn heila? Hvaða skoðanir, hvaða álit er að banka upp á hjá þér? Svo þú ert jafnvel að velta fyrir þér, já, þetta í lagi eða hitt í lagi? Og mér langar til að við fáum í dag að velta fyrir okkur tveimur atriðum. Annað í Kórinthubréfinu frá Páli postula, síðara Kórinthubréf. Það sem að Páll postuli að tala við okkur einmitt þessa óslitnu sigurför. Þetta niðurlag annars kafla og síðan förum við í Hebreabréfið 13. kafla. Og það, mér finnst þetta ákaflega athyglisverðir þættir sem að allavega snerta við mér og hugsun minni. Og þá segir hann, ég ætla að fara með ykkur bara í 14. versið í öðru kapitúlanum, en Guði séu þakkir, sem ferum oss í óslitinni sigurför Krists og lætur oss útbreiða ilm þekkingarinnar á honum á hverjum stað. Því að við erum góð ilmur Krists fyrir Guði meðal hólpina og meðal þeirra sem glatast, þeim síðanefndu ilmur af dauða til dauða, en hinum ilmur af lífi til lífs. Og sjá hvað þetta er athyglisvert, hvernig þú hefur áhrif. Þú hefur áhrif á náunga þinn, annarkvort sér að þig bara sem fýlupoka. Það er bara ólykt af þér. Eða þá, hann sér, heyrðu, þarna eitthvað gott að gerast. Og getur það verið að við sjálf séum að loka á að þessi áhrif eiga að vera til staðar. Þetta sem Páll postuli leggur til kristinna manna, við eigum að hafa áhrif. Í dag þetta mjög skemmtilegt, það er talað gjarnan fólk sem kallað áhrifavaldar. Það er fólk sem framarlega á Facebook og það er að reyna að hafa áhrif á tískustrauma, hvaða lag þú velur í Eurovision, á hvað þú hlusta, hvaða meik þú ert að nota, hvaða snirtiefni þú ert að nota. Og þetta er sagt hafa mjög mikil áhrif á ungt fólk. Og meira sem segja þeir að stúlkurnar okkar, þær verða fyrir jafnvel varanlegri skemmd ef að það eru óheillavænleg áhrif sem komast í gegnum fjölmiðla. Og þau eru jafnvel að segja það að þessi farsímar sem að okkur finnst alveg sjálfsagt að börnin hafi, þau eru skemmdartæki. Það kemur illur ilmur til dauða í gegnum þessi tæki vegna þess að þetta fer inn í heilan á stúlkunum og þetta fer að rugla hugmyndum þeirra og þær falla fyrir þessu. Svo það er eðlilegt að við getum sagt sem söfnuðu lifanda Guðs. Áttum okkur á þessu eðli fagnaðarerindisins, hvað er verið að segja við okkur. Og Páll skilar þessu til okkar þannig, þér eru góð ilmur Krists fyrir Guði, meðal þeirra er hólpnir verða. Það er gott að hafa þessi áhrif, að við erum góð ilmur Krists. Innan mjög skamms tíma, þá munum við hitta hann. Og ég segi bara, fyrir aldur og fyrir störf geta alveg sagt við okkur, það er stutt í það að við hittum hann. Við getum dáið þá og þegar og ég trúi því að við hittum þá Krist. En það er annað líka sem í þessu. Það getur vel verið að innan skamms. Þá munum við umbreytast í einni svipan og verða hrifin upp til fundar við Drottinn í loftinu. Hvernig förum við þá að? Hvað gerist? Innan skamms bara núna á 50-daginn. Þá verður uppstigningadagur og við förum að rifja það upp að Jesús Kristus steig til himna. Hvernig gat það verið? Hvernig gat Jesús stigið upp hafið þyngdarlögmálið og hann hafi verið svona 80-90 kílóa maður. Hvernig getur nokkur 80-90 kílóa maður bara stigið upp og svifið upp, rofið þyngdarlögmálið? Og við náttúrulega horfum hvert á hann og segja, nei, þetta er náttúrulega bara ævintýri. Þetta gerist ekki svona. En Biblían er ekki að biðja okkur að útskýra þetta á allan hátt. Heldur bara, hún segir þetta hafi gerst. Ef við trúum því ekki að Jesús Kristur hafi stigið til himna,
þá verðum við náttúrulega að glíma við það hvort það verði nokkuð tíman að við verum hrifin upp til funda við drottin í loftinu þegar svokölluð upphrifning verður. Ég trúi aftur á móti að Jesús Kristur hann steig upp til himna, hann yfirvóg þyngdarlögmálið og við munum þess vegna eiga þá von að við verðum hrifin upp til funda við drottin í loftinu innan skamms. Gleymum því ekki að þessi þekkingaratriði, þau eru ekki bundin við eðlisfræði þekkinguna þína. Þau eru ekki bundin við hvað þú veist mikið í stærðfræði. Þetta er bara bundin við hvernig þú sérð Guð almáttugan. Hversu máttugur er Guð frelsari þinn. Hvað erum við að fæða fram í söfnuðinum? Hvers konar börn viljum við sjá hér í söfnuðinum? Viljum við ekki sjá börn trúarinnar? Viljum við ekki sjá börnin sem að rökræða samkvæmt því sem Páll postuli segir? Og við skulum koma aftur í Kórinthubréfið og þá segir það við okkur, þá er það 17. versið, ekki eru við eins og hinni mörgu er pranga með Guðs orð. Heldur flytjum við það af hreinum huga frá Guði frammi fyrir augliti Guðs með því að við erum í Kristi. Við nú aftur teknir að mæla með sjálfum oss, eða mundu við þurfa eins og sumir meðmæla bréf til yðar eða frá yður? Þér eru vort bréf, þekkt og lesið af öllum mönnum. Og mér finnst svo dásamlegt að það að tala meðmæla bréfið sem lýsir þér og mér. Og einn kafli í Biblíunni, hann er stórmerkilegur hvað þetta varðar, það er bréfið þá trúuðu. Má ég kalla þetta meðmæla bréfið sem að Guð hefur geymt í Biblíunni og þú þarft að þekkja líka. Komdu með mér í Hebreabréfið. Ég ætla að fara með í Hebreabréfið 11, 12 og 13. Og það er stórmerkilegt að sjá það að í Hebreabréfinu 11 þá byrjar kaflinn á þessum fleygu orðum. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Og hafðu í huga, lest þetta þannig, þetta er meðmælabréf. Nú er verið að skrifa okkur hina trúuðu sem áður gengu leiðina. Við erum bara sporgöngumenn þeirra. Hvernig fóru þeir að? Þeir trúðu án þess að sjá. Þeir framkvæmdu bara af því þeir héldu og þeir trúðu þetta verið rétt að gera. Abraham, hann byrjar á því að yfirgefa foreldrahús, hann fer að heiman frá sér, hann ríður upp með fljótunum Efrát og Tígris og kemur inn í þennan frjósama hálfmána, hann fer upp til Sýrlands og þaðan niður til Ísraels. Hann vissi það, hann myndi aldrei aftur sjá átthaga sína. Hann myndi aldrei aftur komast heim. Hann væri að fara á þann stað til þess að finna borgina sem aldrei myndi líða undir lok. Hann var að leita hinu varanlega. Hvernig er tískan hjá okkur í dag? Hvernig er andrúmsloftið í heiminum hjá okkur í dag? Heyriði hvað við erum á miklu hverfanda hveli. Heyriði að það er allstaðar meir og minna gríðarleg hætta á heilmikilli styrjöld. Við heyrum ófriðinn í Miðausturlöndum. Það þekkja allir hvað er að gerast í Úkraínu. Hafið þið heyrt fréttirnar frá Argentínu? Allt það ríki, það nötrar og titrar vegna peningakerfið er að hrynja. Og okkur er sagt hér á Íslandi, við erum í mjög öruggu skjóli, við erum nógan pening. Hafið þið heyrt fólkið, vitið hvað var að gerast á Austurvelli í gær? Af hverju er þetta ríka land að kvarta yfir fátækt og dýrtíð? Hvað er að gerast á Íslandi þegar mennirnir hafa hugsun á því að þeir vilja græða og þú mátt tapa aleiguðinni? Hafið þið hugleitt þetta? Sjáu hvað er að gerast, sjáu hvað óstöðuleikinn er orðið mikill. Þessir menn sem við erum að lesa eins og Abraham, hann var í svipuðum kringumstæðum líka. Það var óstöðuleiki hjá honum. Hann leitaði að því sem væri stöðugt. Og okkur er sagt að orð drottins það varir að eilífu. Hvernig er heilin okkar uppbyggður? Erum við að taka það inn?
að orð Guðs sem að ég les, orð Guðs sem ég tek inn, það varir að eilífu. Mér finnst það svolítið merkilegt. Ég man eftir því að við vorum einu sinni að spjalla saman þegar ég var í skóla og ég er að tala fyrir 50 árum. Og þá er einn trúaður sem segir, já, annarhvort er Biblían kolröng eða þróunarkenningin er hárrétt. Og vísindin voru öll að styðja þróunarkenninguna, en við sem vorum að læra, við vorum að reyna að halda því fram að Biblían væri bara rétt. Og við vorum að glíma, byrjaði þetta allt saman með Big Bang, byrjaði þetta allt saman svona, byrjaði þetta eins og vísindamennir er að útskýra fyrir okkur. Svo gerist það á jólunum í hittifyrra, þegar sendu þennan blessaða sjónauka í lofti, ég er búinn að segja ykkur áður, sem heitir Webb sjónaukinn, og hann er að leita og nú eru komnir að til dæmis þeirri niðurstöðu, það var aldrei Big Bang. Þeir eru komnir að annarri niðurstöðu, tíminn er ekki til. Svo erum við að heyra 13 milljarða ára, 19 milljarða ára og tíminn út í geimnum er ekki til. Að hverju er verið að senda okkur? Það verið að senda okkur að upphafinu. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Getur verið að við sem erum orðsins megin, við megum fara að taka meira mark á orði Guðs, heldur við höfum gert fram að þessu. Og skoðu nú skilaboðin, bréfi sem að þekkt er lesið af öllum mönnum hina trúuðu. Við förum bæði frá Abraham og síðan Abel og Enok og ég ætla ekki að tína þá alla til, en við skulum fara í 12. kapitula núna. Lok 11. kapitula, 12. kapitulin segir, fyrst við erum umkringd í slítum fjölda votta, léttu þá af oss allri byrði og viðlóðandi synd. Við erum hluti af þessu vottakerfi. Við erum hluti af því á Íslandi að við erum að umkringa þjóðina okkar með vottum þeirra sem trúa. Og gleymu því ekki að staða þín er einmitt fólgin í því að þegar Guð hefur snert við þér, þá hefur umbreytt þínu lífi. Frá dýrð til dýrðar, frá trú til trúar. Og þegar við erum hluti af framhald af 11. kapitula Hebreabréfsins, þá komum við líka í 13. kapitulan og mér finnst hann alveg dásanlegur. Það eru skilaboð til okkar og ég er með þetta í huga. Byrjum að fara í 12:25, 12. kapitul og 25. vers. Þegar postulinn segir, gæti þess að þér hafnið ekki þeim sem talar. Það er mikilvægasta atriðið. Hafnaðu ekki þeim sem talar. Og hver er að tala til þín í gegnum Guðs orð? Það er Jesús Kristur. Ég þurfti að gæta þess þegar ég var í skóla fyrir 50 árum að hafna ekki þeim sem talaði og kendi mér að í upphafi, hafið ekki lesið, að í upphafi þá gjörði skaparinn þau karl og konu. Má ég segja þetta í dag? Nú er þetta flokka jafnvel sem haturs orðræða. Af því það hefur komin inn í skólakerfið að börnin þau þurfa að átta sig á því hvort þau eru strákur og stelpa. Börnin þurfa að taka þá ákvörðun, já, mér finnst ég verið stelp í dag. Ég var strákur svona fyrir hádegi, svo er ég stelpa núna. Hvað er verið að koma inn? Sjáu þið óreiðuna sem er verið að leiða yfir börnin. Sjáu þið hvert við erum komin í dag, að við höfnum ekki þeim sem talar. Því að Jesús Kristur, hann talaði þessi orð sannleikans sem hafa verið sönn allt fram til þessa dags. Í 2000 ár. Hvaða áhrif heldur þú að orð Jesú hafi á þína hugsun ef þú tekur þau inn? Það skiptir mjög miklu máli. Við skulum færa í 13. kapitulun 8. versið. Þá segir hann, Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sama aldir. Segir ekki sögnunin amen við því? Sjáu þið stöðuleikan? Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og aldir. Hvernig heldur þú að Jesús Kristur verði í þínu lífi þegar hann fær að koma þar inn? Hvað heldur þú að gerist þegar þú og Jesús farið að ganga saman?
Og segja hvað gerist? Þú fer að falla inn í Hebreabréfið 11. Þú fer að vera sammála þeim sem gengu veg trúarinnar áður. Þú ferð að vera mótaður eftir Jesú Kristi til hans dýrðar. Og bara heilin okkar, hann fer að starfa samkvæmt orði Guðs. Megum ekki fá svoleiðis menn. Og ég segi bara, ef að söfnuðurinn verður eins og móðirinn sem gefur heilnæmt og gott orð, þá vitið þið að við fáum að fæða af okkur heilnæm og góð börn. Það er góð gen hjá okkur. Við segjum það mjög gjarnan þegar börnin okkar verða til og við sem erum orðnir afar. Þegar við hittust afarnir þá getum við sagt upp barnabörnin okkar, já, það eru góð gen í okkur. Sjáum við barnabörnin okkar, þau eru vel heppnuð. Við komum alltaf nálægt í, en eitt gátum við gert. Við gátum flutt orð Guðs yfir til þeirra. Og við getum enn þann dag í dag sem söfnuður flutt orð Guðs. Og Jesús Kristus sem í gær og í dag hinn sami og aldir, látið ekki afvega leiða yður af ýmsum framandi kenningum. Það er gott að hjarta styrkist við náð, ekki mataræði. Þeir sem sinntu slíku höfðu eigi happ af. Og þetta er alveg stór merkilegt atriði að hann skuli taka það fram á hverju þeir eru að nærast. Látið ekki afvega leiða yfir með ýmsum framandi kenningum. Taktu inn í þig kenningar sem eru byggðar á orði Guðs. Það var sálfræðingur sem var að ræða við einhverja skjólstæðinga. Þeir voru skeggræða saman. Og þessi sálfræðingur, hann segir, það er eitt sem að ég geri. Ég ber enga virðingu fyrir skoðunu þess sem að ég er að ræða við. Enga virðingu fyrir þeim. Hann hefur þær. Ég hvet hann til þess að standa við þær og sanna mér að þær eru réttar. Og þetta þótti mér svolítið athyglisvert. Getur það verið að þessar skoðanir sem að við höfum, þær eru bara hráar. Við tökum bara inn vegna að þetta er bara eitthvað sem flýtur í samfélaginu, en við höfum ekki rökrætt þær. Við höfum ekki íhugað þær. Og þessi sálfræðingur benti á, íhugaðu hvaðan skoðanir þínar koma. Er það virkilega svoleiðis að skoðanir okkar, þær koma ekki frá þessu orði sem er stöðuleiki, sem heldur sig kyrru í gegnum aldirnar. Í morgun voru þeir að tala við okkur í útvarpinu íslensku fornsögurnar. Handritin, Njálu og hvaða handrit voru skrifuð hvar, og þeir eru að tala ritunartíman frá svona 1280 til 1350. Þá voru menn að skrifa Íslendingasögurnar. Og merkilegt þær eru ekkert allar eins. Þær eru skrifaðar á mismunandi máta. Sumar er að bæta við einu versi eða einu ljóði, aðra sleppa því, en söguþráðurinn virðist alveg halda sér. Og það er það merkilega með Biblíuna. Hún kom til tals þarna. Þau sögðu að þessi texti, hann er metinn sem helgur texti og hann var aldrei breytt. Og þetta þótti mér athyglisvert. Íslendingasögunum mátti breyta. Það var hægt að gefa þessa útgáfu og hina útgáfuna, en Biblían var strax komin til Íslendinga sem helgur texti og þeir reyndu að varðveita hann eins vel og þeir gátu óbreyttan. Vitið þið hvar við stöndum í dag? Biblían er enn í dag í öllum þjóðfélögum meira og minna alveg eins. Þú getur fundið mismunandi orð, en þú ert með alveg sömu sögurnar. Þú ert með alveg sama konungatalið. Þú ert með alveg það sama sem Jesús segir. Það getur verið að þeir gera eins og í Eþíópíu. Þeir hafa Enóksbók í Biblíunni. Við erum ekki með Enóksbók, en við erum að segja samt það sama. Og það er svolítið athyglisvert. Ef Biblían hefur sömu áhrif
hér á Íslandi og hún hefur í Eþíópíu eða á Sýrlandi eða á Ítalíu eða annar stað þar sem hún lesin. Við heyrum að í Kína þá Biblían talin vera eitt hættulegasta rit sem nokkur Kínveri geti lesið. Hún talin svo hættuleg á Indlandi. Ég var að sjá það í gær, það eru fréttir sem berast til okkar, að það miklar ofsóknir á Indlandi vegna þess að sá sem kristinn þar, hann ekki talinn sannur indjáni eða indverji. Sjáu hvernig maðurinn getur umsnúið bara fyrir það að indverjarnir þeir fóru að taka mark á orði Guðs. Þeir fengu aðra hugsun heldur en indverjarnir eru með, þá ekki lengur orginal indverjar. Getur það verið að Guð ætlist til að þú fáir að vera einn af þeim sem ferð með orð sannleikans rétt og óbrjálað. Og Ísland þarf á þinni náðargáfu að halda. Og skoðum aðeins meira, ég ekki alveg búinn. Það svona 3 vers eftir. Til þess að þér láti ekki afvega leiða yfir sinni í 9. versinu. Í 13. versinu kemur svo fram. Göngu því til hans, út fyrir herbúðirnar og berum vanvirðu hans. Kannski þetta ástæðan fyrir því að svona söfnuður eins og hér í Keflavík eru smáir. Það kemur yfir okkur vanvirða. Af hverju heldur að heimurinn vanvirði það sem við erum með? Af hverju heldur að fólkið hér á Íslandi, og ég vil segja yfir 90% þeirra búin að heita því, lofa því að gera Jesúm Krist að leiðtoga lífsins. Hvernig fer það með orð Guðs? Hvernig fer það með sannleikann sem frá Guði komið? Erum við virkilega svona hrætt við álit manna að við teljum vanvirðu Krists okkur ekki samboðna? Jesús, hann sá sem hefur í gegnum alla tíð, og við erum að tala 2000 ár. Hann hefur komið út sem ekta vegur sannleikans, vegur lífsins, vegur áreiðanleikans, og þú getur ekki fengið betra veganesti í þitt líf heldur en það að þú sett lærið sitt og þú fylgir Jesú Kristi. Þú fylgir orðum sannleikans. Þú fylgir orðum þess sem í gær og í dag hinn sami og eilífð. Og þetta frábært veganesti fyrir okkur. Svo komum við í 16. versið. Þá einmitt, hann að tína til fyrir okkur hvað við skulum gera. Ég ætla að fara með okkur frá versi 15 til 16. Fyrir hann skulum við því án afláts bera fram lofgjörðarfórn fyrir Guð. Ávöxt vara játa nafn hans. Sjáu hvað þetta merkilegt. Þetta ekki bara ávöxt hjartans sem játar, heldur þetta kemur út úr vörum okkar. Látum munnin okkar játa hver Jesús Kristur En gleymið ekki velgjörðarsöminni og hjálpseminni því að slíkar fórnir eru Guði þóknanlegar. Og sjá, þetta alveg stór athyglisvert að við skulum vera leidd af því sem sporgöngumenn þeirra sem á undan hafa gengið í trú, sporgöngumenn þeirra sem í Hebreabréfinu 11 menn trúarinnar, þeir eru leiddir fram fyrir okkur sem menn sem játuðu trú sína opinberlega og þeir sýndu í verkum sínum velgjörðarsemi. Ef einhver var þurfandi, þá gripu þeir inn í. Ef einhver í neyð, þá gripu þeir inn í. Hafið tekið núna eftir álfasölunni hjá S.A.A. Ég var að fara í búð í gær og það náttúrulega setið fyrir mér. Viltu kaupa álfinn? Og það kom svona til mín, já, besti segja frá hvað ég hef gert. Og ég sagði við hann, veistu það, áratugum saman, þá talaði ég við börn og unglinga sem ég var að kenna og ráðlaði þeim öllum hið sama. Snert ekki, reykt ekki, drekkt ekki. Og fyrir bragðið þá fékk ég oft skömm fyrir. Ég var álitinn þröngsýnn og ég var jafnvel álitinn hættulegur nemendum.
Þau fóru að leyfa sér að reykja og drekka og prófa þetta og prófa hitt, lifa lífinu eins og sagt er. Nú eru mjög stór samtök á Íslandi til þess að bjarga þeim út úr ógöngunum sem ég ráðlaði þeim að fara ekki í. En það bankað upp á hjá mér, viltu leggja okkur pening til þess að við björgum þeim út úr þessum ógöngum? Já, við gerum það. Bæði orð okkar og ráð okkar og velgjörðarsemin, hún kemur fram hjá okkur nákvæmlega eins og við sjáum að Hebreabréf 13 er að tala um. Erum við þá að gera verk Jesú Krist? Já, við sýnum það bæði með orðum okkar og verkum. Við erum í þjónustu við fólki að gefa þeim það sem nauðsynlegt er, orð vitnisburðarins að Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann er í gær og í dag hinn sami og aldir, og við erum að sýna með höndum okkar, verkum okkar, við viljum leggja þeim lið til góðra verka. Svo biðjum við fyrir þeim. Og að lokum, þá bara tökum við fyrir síðasta orðið í Galatabréfinu, Galatabréfi 6, ég ætla að fara með ykkur í 10. versi þar. Þreytust ekki gott að gjöra, segir hann í 9. versinu, en 10. versið er: þess vegna skulum við, meðan tími er til, gjöra öllum gott og einkum trúbræðrum vorum. Þetta er verk trúarinnar sem við erum að tala um. Og þegar við sjáum að verk trúarinnar hefur svona mótandi áhrif á hugsanir okkar, skoðanir og örlæti, þá vitið þið að við erum að gera Guðs vilja. Gerum Guðs vilja, göngum það sem við vitum að er sannarlega Guð til dýrðar, og það verður góður vitnisburður, og þá sjáum þið að við fáum hljómgrunn með þetta lifandi orð. Orðið mótar okkur til dýrðar Jesú Krist. Amen. Við skulum biðja saman, rísi á fætur, og við skulum ljúka þessu með bæn. Drottinn minn, þakka þér fyrir að við höfum læra meira af þér. Skynja meira, elskaði Herra, hvað af þínum anda er komið. Drottinn, eins og þú varst, elskaði Herra, þú gekkst umkring og gjörðu gott og græddir alla þá sem á djöflunum voru undirrokaðir. Þannig megum við líka birtast á Íslandi. Drottinn, við mögum tala orð sannleikans, og við mögum gjöra gott öllum þeim sem er á djöflunum undirokaðir. Hjálpa okkur til þess, elskaði Herra, að dýrð þín megi móta hugsun okkar, móta líf okkar og veru, og það sem við erum og gerum, Drottinn minn, það megi vera þér til dýrðar, ljómi og góð ilmur, Jesú Krist. Í Jesú nafni. Amen. Amen.